öllu að sjálfu sér fyrir aðra sem finnst mjög svona nú ég búinn að búa svo lengi í útlöndum og ég get ekki fundið íslensku orðin yfir þetta hvað segir þið? Nei, svona Nei, hvað er að segja? Þetta góður eiginleiki að hafa, ég skulum bara segja það. Þetta er eitthvað sem ég hef tekið sjálfur til mín núna þegar ég hef átt fjölskyldu að passa vel upp á mína fjölskyldu. Og já, það er ég mjög þakklátur fyrir honum fyrir að gefa mér það fordæmi. Já, ég hef ekki mikið meira annað að segja en að kynna bara til sviðs einn af hans góðum vinum, Torfi. Viltu gera svo vel og taka sviðið? Mæki, gefa bara gott lag. Komið sæl. Hann var hlaði í einhverja ræðu. Það væri boðið í svona svakalega flotta veislu hjá Gauki vinnu mínum. Og já, ég sagði kona ég er að taka einhverja ræðu á punktinum, bara það er ekki spurning. Og svo spyr Sigga Hermanns, hvernig kynntust þið Gaukur aftur og hvernig þetta aftur? Og ég ætla bara svona að taka smá þá sögu. Það við Gaukur kynntust ungi menn, 16-17 ára á bridge-námskeið í menntaskólanum við Sund. Og spiluðum svolítið bridge saman, hvort við urðum ekki skólameistarar, svona held ég. Þú vannst mig, þú var skólameistari. Já, vel myndið það. Það var þetta minn eini íþróttatitill. Og síðan og svo ætla ég að segja einhverja sögu sem þið sennilega fá vitið Gauk. Þetta er eini maðurinn held ég sem ég lenti út í skurð með. Nú, einhvern tímann á þessum menntaskóla árum vorum við að fara í einhverja sumarbústað á Suðurlandi og Gaukur á flottum bíl og alltaf reglumaður, en við hinn kannski ekki alveg það á þessum árum. Og ég var fram í með Gauk og það var snjókoma einhver slitta og sagt, ekki gefa á skýra skipanir við ökumennir en eitthvað að fara. Gaukur var komið mjög út í annan vegakantinn og ég segi svo rólega að Gaukur passa þig, getur verið að fara út af. Gaukur brást snöggt og beygði strax og við beint út í skurð. Þetta var allt í lagi, ekki á mikilli ferð og bara labba á næsta bæ og bílinn dreginn upp á veg og haldið áfram. Fín túr, góð túr. Góðu snjóskap sem bílinn lendi í. Já, nákvæmlega, mjúkt og fínt og pappans frétti ekkert að þessu. Það þurfti hann ekkert að frétta því. Nú síðan, svo tekum við svolítið eftir með litið skeið.